Þá það 5. liður Baldursnes deiluskipulagsbreytinguna smáhýsa og það bæjarfulltrúi Hulda Elma Eysteinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér komin á dagskrárliði 4 í fundargerð skipulagsráðs dagsettur 28. maí 2025. En þá var lögð fram á lokinni kynningu drög að deiluskipulagsbreytingu fyrir Krossaneshaga. Áfanga sem felur í sér að útbúin lóð fyrir húsnæði fyrir heimilislaust fólk með fjölþættan vanda. Ásamt innkomnum umsögnum frá Minjastofnun Íslands og Norðurorku. Skipulagsráður leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 samhliða breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins þar sem stefna húsnæði fyrir heimilislausa kemur fram. Tillaga þessi hér komin til umræðu og afgreiðslu. Nú þökkum bæjarfulltrúa Huldu Elmu Eysteinsdóttur fyrir, orðið laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jónsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þessar reglur eða viðmið sem bæjarfulltrúi Elma var að vísa til staðsetningu á svona smáhýsum. Ég man ég las þetta daginn, það var eitthvað viss fjarlægð og strætó og búð og svo framvegis. Uppfyllir þessi staðsetning það? Baldursnesi, sér sagt. Þökkum bæjarfulltrúa Sunna Hlín Jónsdóttir, til máls tekur bæjarfulltrúi Hulda Elma Eysteinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, eftir því sem ég best veit þá uppfyllir þessi staðsetning þau ákvæði, en það bara eitthvað sem að þarf þá að fara yfir í ferlinu. Já, hún gerir það. Þökkum bæjarfulltrúa Huldu Elma Eysteinsdóttir fyrir, orðið laust. Ekki fleiri kvæntskil hljóðs, þá ber ég upp bókun. Bæjarstjórn samþykkir að tillaga deiluskipulagsbreytingu fyrir Krossaneshaga. Áfanga verður auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 samhliða breytingu aðalskipulagi sveitarfélagsins þar sem stefna húsnæði fyrir heimilislausa kemur fram. Þau sem samþykkja, það eru allir.